Jón kominn um borð í snörvaðabátt sem var Norðursjó. Það ekkert öðruvísi. Við erum hérna núna að taka ís. Skip að fara að sjó, það er að vera komið minnætti, þá fara menn út hér. Jæja, það voru búið. Þetta nú lítill bátur, hann svona 15-20 metri langur, það nú ekki meir. Jæja, það verður að taka fyrsta halið. Það tekið blökk hérna. Já, boka hérna. Fiskurinn kemur hérna á móttökunni, það er hérna fyrir framann, svo er hann hérna upp og er flokkaður hérna. Þetta í svona lítur box, svo kemur hann hérna úr þessu karti. Það er fyllt í körfur. Og svo er þetta hýft niður, það er mannaflið svona. Alveg gjör sveitan þetta. Fyllt í korfuna, þannig sett í staflan, haldið svo stöðunum í og fest undir sammastur.
koma nýtt tal inn. Það er mikið læti í fulltrunni hérna úti. Maður orðinn skipper hérna á búrtennir í Norðursjó. Það fekk svo stórt halkallinn að hann fór að hjálpa til að byggja 100 kassa hali hérna í restina. Og hann fór niður að hjálpa og hann sagði mér bara hitta hérna á raskatinn og halda bara þetta beint suður. Það er nóg að gera. Það er nóg að gera. Það kom hérna niður í kabinu, svona lítur þetta út hér. Og eins gott að þetta ekki í brælunni hérna. Rættu upp hérna, þannig að þetta ekki. Við erum hérna í hali nr. 2. Við fengum 7 kassa núna í þessum sem að fyrsta sem var hætti morgun. Bölvuð græn og vant að standa hérna. Fengum í gær 12 tonna hal hana, kemkvöldi. Það var hægt að hirða 3 tonn. Þetta er allt fiskur sem er í vatnsísa, sem er kringur svona 30 cm. Það má ekki koma að landi nema fisk sem er stærri en 30, þannig að það verður að henda hinn og þetta er kannski ekki sögulega hægt. Hér þurfti að vera flokkarar borð í skipinu til þess að flokka þetta. Þannig var hægt að koma með þetta allt saman á landi og setja til manneldis það sem þarf og í flakkavinnslu þar sem var hægt að vélflokka minni fiskinn og restina síðan í bræðslu eða frystingu eða einhver annað. Þannig að þetta er raunverulega vandamál hérna í Norðursjónum er kannski ekki ofveiði eða komið verð fyrir þessi brottkast sem kallaður heldur það að nýta það sem kemur um borð og það er kannski nær fyrir Evrópubandalagið að nota 50 milljónum punda sem er alltaf borga mönnum fyrir að hætta að veiða, nota það í að það þróa flottan, byggja ný skip og með flokkunarvélum og betri vinnslu og ferskfiskbáta sem koma með þetta landi og kannski mótopnisera veðsmiðurnar í sínu svolítið því að það er náttúrulega steinaldar vinnubröð þar eins og hefur verið sést áður. Þannig að þetta er hlutur sem maður vilja stjórn að taka á líka og það er þetta sem ég lært við það að fara hér út á sjó. Það er að sjá það að vandamál er kannski ekki síst það að menn eru mjög langt hér aftur úr og aftur og eftir en þetta strandar náttúrulega allt á því að það má ekki koma lítið fisk að landi og það er ljótt að veiða lítið fisk og það er kallað ofveiði. Það er kannski raunverulega vandamál. Hvernig á að snúa ofan af því? Það hefur fólkið að ég verið að ná þessum gátri hérna upp á band. You have to laugh for me. Good one. You have to laugh very loud. Þetta er kaffinn hérna. Hér er verið að éta og elda og gera allt. Copy of the tip. Huh? Alright, take my picture, mister.
okkur skappaðan. Það er nú stungið nýjúna hann í vegginn og við hefur einhvern talaðan höttur þarna bak við treylistan. Það er ekki verið að ofbjóða hreinlætinu hérna eða neitt svoleiðis. Það er bara verður að hafa hlutina alveg eins og þeir eru hérna. Þú veit ekki að koma nægt á. Þessi hlátur er ógleymanlegur. It's very good for tourism, John. Yeah, I know. Americans love Loch Ness Monster. Yes, yes, yes. Síðasta halið. Það búið að vera hálfgerður veltingur hérna í dag. Það verður ágætt. Þetta hefur ekki verið neitt. Það hefur verið svona 5 kassar sem það er auðvitað að hirða. Það er nú ekki mikið. Það er skaplega lítill afli.